Ég fengi margar ótrúlega vondar hugmyndir. Ekki svona lélega. Ég heil ekki hvar Steve Clark, hvar hann var staddur í veröldunni og á hverju hann var þegar hann hugsaði, heyrðu, ég með McKenna og Hendry sem hafsenda. Ég held að við bara spilum frá marki og sjáum hvort við getum ekki aðeins lokkað að okkur Ryan og Vinicius Junior. Já. Og svo bara spilum við í gegnum það, strákar. Ég meina, þið hafið séð McKenna, hvort sem var Nottingham Forest eða FCK eða eitthvað, gæinn ekkert eðlilega lélegur á bolta og hægur á fótum. Og þið sáu síðan þegar Hendry fór á stað og Vinicius Junior manna hann á boltan, en það dæmdi síðan brotaðinn og skorar og það dæmdi af. Þú myndir ekki treysta honum. Þú veist, fyrir horn. Nei. Það er líka oft þannig að við þjálfararnir fáum gallar hugmyndir. Þau virka stundum. Ég held það, ég hef ekki fengið svona lélega hugmyndir. Ég fengi margar ótrúlega vondar hugmyndir. Ekki svona lélega. Ég held ekki alveg tala. Þó ég hef fengið margar alveg ótrúlega vondar hugmyndir. Ég verð að vera sammálaður. Þú hefur fengið margar vondar. Nei, en ég verð að vera sammálaður í þessu að það er eins og Steve Clark har bara ekki þekkt sitt hafsendapar. Með við hvernig hann setur þennan leiku. Veitu hvað heitir? Þessi nýjir menn fyrir honum. Hvernig viltu ekki bara fá bolta frá markmanni og spilum okkur í gegn? Þetta er alveg góði punktar en ég held samt að hann hef ekki sagt að töflufundi fyrir leikinn væru til að missa boltana þess að þetta var tött sem að þetta þú hefði getað gert, skilur. Takk fyrir það. Nei, alveg tala. Nei, en þetta er bara líkindareikningur. Býtum við, McKenna fá boltan inn í teig, hann er pressaður, hver er grundvallaráttur í fótbolta sem bara tekur á móti boltanum út að spila háum. Svona 80% að missa hann. Já, tökum það samt. Já, ég held hann sé að hafa ekki vilja að þeir myndu spila einhvern tiki-taka-boltinn í teig. Þú voru að geta treyst einhverjum leikmönnum á þessum gæðastandard til að gera einföldstu hluti.